Jesús. Skulum bara lokum aðeins augunum og sjáum bara fyrir okkur hvar við vorum áður við hittum Krist. Við bara höldum þessara myndi í hug okkar, hvar við vorum áður við hittum Krist og hvar við erum í dag, Drottinn minn. Og hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug? Það fyrsta sem mér dettur í hug er þakklæti. Ég get ekki þakkað Guði nóg fyrir það hvar ég er í dag og hvar ég var og hvað hann hefur raunverulega gert mikið fyrir mig. Ég var að tala við einn mjög góðan vin minn í dag sem er sölumaður og og hann var búinn að vera í alls konar óheiðarleika og svo ákvað hann að gefa allt upp á bátinn og treysta bara Guði. Og lífið hans, það hefur gjörsamlega tekið algjöra uppbeygju. Leið og hann sleppti, sem hann var í einhverju svona miklum óheiðarleika, ég veit ekki hvort það var eiturlyfjasala eða eitthvað framleiðsla eða eitthvað svoleiðis. Og hann var búinn að halda svo í þetta og leið og hann sleppti í trú. Og þá kom vinnuveitandinn hans til hans 2 dögum seinna og gaf honum 600.000 eða 700.000 kall. Hann var búinn að hafa svo miklar áhyggjur af fjármálunum sínum út af því að hann var búinn að vera að vinna í einhverjum svona óheiðarlegum hlut mjög lengi. Í dag er hann langlaunahæsti maðurinn inn í fyrirtækinu sem hann er að vinna hjá. Ég veit ekki hvort það sé ár síðan hann lagði allt upp á bátinn. Og hann er gjörsamlega nýr maður í alla staði. Og þetta eru kraftaverkin sem í gangi hérna inni. Þetta það sem í boði hérna inni. Þetta það sem að Jesús Kristur vill gefa þér. Ef þú vilt bara gefa honum lífið þitt, ef þú vilt bara taka draslið sem þú átt og setja það á vogaskálarnar hans, að hann mun blessa þig svo mikið og hann mun taka þig gjörsamlega úr glötunargröf og hann mun reisa þig upp og hann mun ekki bara gera þig einhverju meðal manni eða meðal konu, nei, hann mun láta þig skara fram úr. Og það þú ert kallaður eða kölluð til þess að skara fram úr, til þess að aðrir geti hort á þig og séð að það er eitthvað sem býr í þér sem er ekki af þessum heimi. Og ég vil segja þig í dag, ekki gefast upp. Hér inni er fólk í kvöld sem þú ert búin að vera að horfa á markið, þú ert búin að missa sjónar á markið, þú ert búin að missa sjónar á því sem að Guð talaði inn í lífið þitt. En ég er í kvöld til að segja þér, ekki gefast upp. Guð er rétt að byrja með þig. Guð er rétt að byrja með þig af því hann er rétt að byrja með þig. Veit að ég hef svo oft hort framan í, takk fyrir Heiða mín, það má alltaf treysta á hana Heiða, hún kemur alltaf með lifandi vatn fyrir mig. Hvort sem í glasi eða ekki. Og ég hef svo oft hort framan í vandamáli mín og verið við það að gefast upp. Ég hef svo oft séð ölduhæðina í lífi mínu rísa og hugsa bara, ég veit ekki hvort það hefur verið til sjós, en ef maður hefur verið til sjós lengi þá hefur maður séð eins og maður hefur verið það sem að ölduhæðin er bara lengst upp fyrir allt og maður skilur ekki hvernig maður getur haldið hreinlega lífi þegar skipið er bara svo lítill korktappi inn á miðju hafinu. Og svo oft hef ég verið á þessu stað í mínu lífi síðan ég gaf Jesú Kristi líf mitt. Ég samt alltaf lyft upp nafninu hans, jafnvel þótt ég hef ekki skilið, og ég hef alltaf haldið í það að hann er góður, hann elskar mig og hann blessar mig. Og ég hef alltaf fengið að sigla í gegnum öldurnar á undraverðan hátt. En það sem ég langar að tala í kvöld, en mér langar að tala um Jesús Krist frá Nasaret sem var fæddur af Maríu mey og eingetinn og ímyndið ykkur greyið Jósef, hann var allt í einu með konu sem var ekki búin að sofa hjá og hún var allt í einu orðin ólétt. Já, þakka fyrir Heiða mín. Ímyndið ykkur að á þessum tíma þar sem að skömm og hefðir og allt þetta var við lýði og þetta var ákveðin skömm
að taka við konu sem var búin að sofa hjá okkur öðrum. Og ég get rétt svona ímyndað mér samtölið þeirra. Ég ímyndaði bara að konan kemur heim og hún bara ólétt og þú ert ekkert búin að sofa hjá henni. Hvað ætlar að gera? Hvað ætlar að gera? Hvað ætlar að segja? Ég meina, maður getur rétt ímyndað sér aðstöðuna sem maður var í. En Guð talaði inn í líf hans. Og hann trúði því sem Guð sagði og hann labbaði með það á stað. Hann fór og hann fylgdi Maríu. Jesús fæddist ekki inn á okkur fancy hóteli. Heldur fæddist hann í jötu, inn í fjárhúsi. Á þeim auðmýkta stað sjálfur konungur konunga. Hann gekk jörðina í 30 ár og kynnti sér, var mikið í húsi föður síns eins og hann kallaði það. Og hann var alltaf að bíða eftir tímanum, eftir kallinu, bíða eftir hvenær hann ætti að fara á stað. Svo fer hann til Jóhannes skírara og mig langar að dreipa þar niður þar sem ég var að predika líka síðast hérna. Sem að stendur hérna í Lúkas 3:21. Allur líðurinn lét skýrast, var Jesús heitni skýrður. Og Jóhannes hann sagði sko, ég ekki verður að skýra þig. Þú veist, hann vildi fyrst ekkert skýra hann, en Jesús samfæra hann það að hann þyrfti að skýra hann. Og hann gjörði bæn sína og himinin opnaðist. Þarna í Lúkasi 3:21 þá opnast himinin. Og himinin hefur verið opinn síðan. Við hrópum oft Guð gefðu opinn himin og maður hefur beðið þetta sjálfur. En raunveruleikin sá að himinin hefur verið opinn síðan að þetta var sagt. Fyrir yfir 2000 árum síðan að þá himinin verið opinn. Og það allt mögulegt. Sjáu ég bara lítið kringu þig. Sjáu ég fólki sem átti enga möguleika, sem stendur inn í dag upplýtt stjarft. Af því að himinin opinn. Það allt mögulegt. Og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa. Og þarna sá fólki bara eins og dúfu koma niður og setjast á Jesús. En það var ekki allt. Heldur kom rödd af himnunum sem sagði: Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Ímyndið ykkur, sjálfur Guð Faðirinn var hann að tala til Jesú Kristus að þú ert minn elskaði sonur og þér hef ég velþóknun. Og þetta akkurat það sem að Faðirinn vill segja við þig í dag. Og ef að Jesús þurfti að heyra þetta, hversu miklu fremur þurfum við að heyra þetta? Við erum hans elskuðu börn, á okkur hefur hann velþóknun. Og hann var í raun og veru ekki bara þarna að tala við fólki sem var þarna, heldur að þegar Adam og Eva borðaði eplinu þá sagði Guð við höggorminn. Hann sagði: Sæði þessara konu mun merja höfuð þitt og með hæl sínum og höfuð þitt mun merja hæl hans. Þannig að hann sagði sko: Sæði af þessari konu mun gjörsigra þig. Og svo vísar þeim út aldingarðinum og síðan þá hafði líka djöfullinn verið að bíða. Hann hafði verið að bíða eftir því hver það væri. Og oft hafði hann reynt að gera eitthvað skaða, eins og þegar Móse fæddist að þá reyndi hann að drepa öll sveinbörnin. Þegar Jesús fæddist þá reyndi hann að drepa öll sveinbörnin. Ímyndið ykkur, það var bara tekið fullt af öll börn sem voru 2 ára, bara sveinbörn voru bara drepin. Samkvæmt boði frá yfirvaldinu að það ætti bara að drepa börnin og þetta var bara gert. Af því að óvinurinn var að reyna að sporna við því sem Guð var að gera. En ég er með frétti fyrir í dag að óvinurinn hann getur ekki sporna við því sem Guð að gera. Því að Guð með plan sem stærri en öll önnur plön. Það meira plan en allt annað og það meiri sannleikur í því en öllu öðru. Og hann með plan fyrir þitt líf sem að mun ná fram að ganga. Og þarna var Faðirinn að segja við höggorminn: Þarna hann.
Þarna sá sem mun sigra þig. Þarna sá sem mun merja höfuð þitt með hæl sínum. Þarna hann. Og Jesús, hann lappar beint út í eyðimörkina og mér langar að dreipa þetta niður í 4. kafla. En Jesús sneri aftur frá Jórdan fullur af heilugum anda og heilagur andi var yfir honum og leiddi andinn hann út í óbyggðina í 40 daga. Og ég myndi ykkur, hann var í 40 daga án mats og drykkjar, þar sem hann var bara með heilugum anda og heilagur andi var að þjóna til hans og þeir voru bara þarna saman, en djöfullinn freistaði hans. En ekki neytti hans neins þessa daga þeir voru liðnir og var hann hungraður. Og þegar hann var orðinn svangur, þá kom óvinurinn. Á 40. deginum, á 12. tímanum, þegar þrengingin var að vera búin, að þá kom óvinurinn og sagði við hann: ef þú ert sonur Guðs, þá bjóðu stein þessum að hann verða brauði. Sama hann sagði við Evu: ertu alveg viss að Guð hafi sagt þú mættir ekki borða þessu? Ertu alveg viss að Guð ætli sér stóra hluti með þitt líf? Ertu alveg viss? Þegar þó óvinurinn kemur, þá kemur hann með Evan og reynir að sá þessu með Eva í hjartaði. Hann reynir að sá þessara líf. Byrjar bara með einhverja litla lígi og reynir að mata það með þessari litlu lígi til þess að afvegaleiða þig, til þess að taka augu þín af sannleikanum, til að taka augu þín af því sem satt, til að taka augu þín af verðlaununum á himnum sem við að keppast eftir. Og hvað er þessi freisting? Jesús segir við hann: eilífi maðurinn á brauði einu saman. Eilífi maðurinn á einu saman brauði. Og magnaði hann svarar honum alltaf með orðinu. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði, orðið var Guð. Orðið kom í holdi og gekk á meðal mannanna. Það var Jesús Kristur. Hann svarar honum með orðinu því að hann var orðið. Þá fór hann með hann upp og sýndi honum á augabragði öll ríki veraldar. Og djöfullinn sagði við hann: þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þess, því að mér það í hendur fengið og ég get gefið hverjum sem ég vil. Ef þú bara fellur fram og tilbyður mig, skal allt verða þitt. Jesús svaraði honum: ritað er, drottinn Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þegar Guð er afbrýðsamur Guð. Hann er afbrýðsamur. Hvað þýðir það? Ímyndaðu, Guð vill að við séum með hann sem eina Guðinn í líf okkar. Hann er afbrýðsamur Guð. Vitið þið það? Ímyndaðu ykkur, ok. Ímyndaðu ef að kærastæðin væri með fleiri kærastæði en þig. Hvernig myndi það líða? Guð vill hjarta okkar allt. Hann vill okkur öll. Hann vill bara að við gefumst honum og við tilbyðum bara hann. Og við lyftum bara upp hans nafni og við skiljum að hann er vegurinn, hann er sannleikurinn og hann er lífið og enginn kemst til föðurins nema fyrir hann. Það var hann sem braut veginn, það var hann sem lagði veginn af föðurnum, það var hann sem opnaði hurðina, það var hann sem reif fortjaldið. Það var hann sem gaf okkur hennar barna rétt, að við getum hrópað Abba Faðir. Að þá fór hann með hann til Jerúsalem og setti hann á brún mustersins og sagði við hann: ef þú ert sonur Guðs, alltaf hérna á augrunum, þá kastaði þér hérna niður. Stendur ekki í Biblíunni að englarnir munu grípa þig? Hann reynir á augrunum. Hann reynir með þess að nota Biblíuna til þess að augrunum. Og þeir munu bera þig á höndum sér svo þú steytir ekki fótinn við steini. En Jesús svaraði honum:
sagt hefur verið, ekki skalt þú freista drottins Guðs þíns. Og djöfullinn hafi lokið allri freistni vék hann frá honum að sinni. Og ég fór að skoða þessar 3 freistingar. Hvað þýða þær og hvaða lærdómi eigum við að draga frá þessu? Hvað það sem að óvinurinn notar á mig? Guð talar, vitið það, Guð talar, skal lofa þær í, svo kemur óvinurinn og talar. Og hann reynir að stela því sem Guð hefur sagt við okkur. Hann reynir að koma í veg fyrir það spámælega orð sem Guð hefur framreitt fyrir okkur. Sem reyna út af því að eina leiðin að við náum ekki því marki sem við ætlum okkur að ná að við missum sjónar af því. Við hættum að horfa á þangað og við förum að horfa á þangað. Þá hættum við að færast í áttina markinu, þá hættum við að færast í áttina sigrinu. Fyrsta með brauðið, það að fóðra sjálfan sig, að fixa sjálfan sig, að fylla sjálfur inn í tómarúmið, að leita ekki í Guð, heldur að hafa einhverja aðra hækju. Þú veist, að fóðra sjálfan sig, við þegar á móti blæs, þá höllum við okkur að Guði, þá segjum við, og oft, eftir að systir mín dó í fyrra, þá fann ég ekki fyrir Guði, mér fannst oft eins og Guð hafi yfirgefið mig. En ég samt rópaði eftir hún, og bara drottinn, hvar ertu? Komdu og snertu mig. Og við þurfum að rópa til hans, við þurfum að rópa til hans í öllum kringumstæðum. Nú svo það þetta með að þegar hann er að segja fleiðið fram af, Guð hefur sagt að það að þegar við leitust eftir kraft og dýr sjálf og við reynum að stjórna Guði til þess að ná því fram sem við viljum. Og veit það, svo oft að þá hef ég tekið stýrið af Guði hérna bara ég er alveg með þetta. Svo klessi ég beint á vegg. En alltaf þegar ég leyft Guði að stýra lífið mínu, alltaf ég leyft honum að taka stýrið, að þá oft hef ég ekki skilið hvað er að gerast og ég hef oft verið hræddur. En ég hef alltaf komist á betri stað, ég hef alltaf farið lengra, ég hef alltaf fengið dýpri skilning á því hver hann er. Nú þriðja var það að Satan var verulega að segja við Jesú, hann sagði við Jesú, hérna eru lyklarnir, eina sem þú ert að gera, bara beygja hnéð þín, þarftu ekki að fara á krossin, þarftu ekki að pínast, þarftu ekki að drekka alla syndina í heiminum. Þú veist, komdu bara auðveldulega hérna. Komdu bara þessa auðveldulega hérna. Ég er með hana fyrir þig hérna. Og veitu það, systkini, að það er svo oft að áður en að maður kemst í gegnum þrenginguna sem maður er að fara í gegnum, maður kemst í gegnum fjallið sem maður er að fara í gegnum, að þá rétt áður en að sigurinn er að koma, að þá kemur einhver auðveld leið út. En maður bara gerir tekur smá hliðaskref að vera auðveld. En veit það, smá hliðaskref, segjum ég er að fara hérna, ég er að stefna hérna bara beint áfram og ég tek smá hliðaskref og ég er bara að stefna þangað. Ég enda bara allt annars staðar. Ég veit ekki hvað það er sem þú ert að fara í gegnum, en ég veit að hér inni er fólk sem er að gefast upp. Ég veit ekki hvað það er sem er búið að vera að brjóta þig niður, en ég veit að Guð gefa þig frelsi í dag. Ég veit ekki hvað það er sem hefur verið að kremja hjartað þetta, en Guð er með lausnina fyrir því í dag. Og veistu það, að við eigum ekki að horfast í augu við vandamálun okkar. Við eigum bara alls ekki að gera það, og nú skilja mig ekki allir þetta inni. Ég heyri góðri predikun dagina fyrir boxkeppni að þá hittast, hafi ekki séð þetta, þegar vikturinn er, þá hittast boxgaurarnir og svo fara það svona alveg toe to toe eins og það kallaði á móti ykkur öðrum og reyna að hræða hvern annan og niðra hvern annan til þess að brjóta niður sjálfstraustið þeirra út fyrir bardagið sem er daginn eftir. Og allt of oft hef ég staðið svona fyrir fram á vandamálin. Farðu alveg frá mér! Og verið að berjast við vandamálum mín svona og horfst í augu við vandamálum mín. Veit að Guð sagði
I'll make your enemy your footstool. Eða ég mun gera hana fótskemli fyrir þig. Og veitu hvað fótskemill gerir fyrir þig? Fyrir svona litla menn eins og mig, ég veit allavega hvað hann gerir. Hann gerir það að verkum að ég kemst hærra. Ég set hann niður og stíg upp á hann og ég fer hærra upp. Og það akkurat það sem að óvinnurinn eða vandamáli í lífinu þú átt að horfa niður á það. Því þú ert yfir því, þú ert höfuð en ekki hali. Þú munt stöðugt stíga upp á við og aldrei færast niður á við. Í öllu því sem Guð hefur fyrir þig. Ef þú aðeins ferð eftir því sem hann býður þér. Þýðir það, ég verður bara alltaf að vera heilagur og gera engin mistök. Nei, Guð skoðar hjarta þetta. Þýðir það að þú ert að gera þitt besta. Það þýðir það að þú ert að gera þitt besta. Veit að mitt besta hefur oft verið mjög lélegt. Bara, þú veist, ef þú myndir horfa á, myndir bara hugsa bara, wow, lélegt. Og margir örugglega sagt það og hugsa það. Það var samt það besta sem ég gerði. Og Guð hann horfði inn í hjarta mitt og hann sá son sinn sem var að reyna að gera sitt besta. Sem var kannski ekki endilega nógu gott. En það akkurat þetta sem við verðum að skilja með faðirinn á himnum. Að hann góður faðir og hann horfir inn í hjartaðir. Hann dæmir ekki eins og menn dæma. Hann horfir ekki á það sem þú hefur gert að þér. Hann horfir ekki á það sem að mennirnir horfa á. Eða það sem að þú horfir á, þú horfir í speilin og hugsar, ég er ónýtjungur, ég get ekki meira. Hvernig á ég geta haldið áfram? Mér alltaf að mistakast. Veistu að Guð horfir inn í hjartaðir. Og hann horfir í drullupollin sem í hjartan okkar. Og hann sér gullið sem falið þar. Veit að systkini, ég hef oft sagt áður, en ég streytist ekki að segja að það getur hver sem hort á syndarann og sagt, þetta er syndari. Sjáu hann. Eða hort á útigangsmanninn og sagt, sjáu þetta er alkohólisti og róni. Eða hort á vændiskonuna og sagt, hún er skítug. Eða hort á afbrotamanninn og sagt, þetta er glæpamaður. Þetta systkini, það þarf sannan Guðsmann til að horfa inn í hjartað á þessu fólki og sjá gullið sem Guð hefur falið þar. Og ég skal lofa því að gullið þarna inni. Og gullið svo mikið þarna inni. Veit að ég er búinn að sitja í fangelsi, ég er búinn að flytja inn eiturlyf, ég er búinn að vera með hörðustu glæpamönnum Íslands, ég er búinn að lifa og hrærast í þessum heimi. En að horfa inn í hjörtuna á þessum strákum, þá hafa þær allir þessar gjafir frá Guði. Eina sem þeir þurfa að gera að segja já takk. Eina sem þeir þurfa að gera að segja já Jesús. Og það eina sem við þurfum að gera að segja já við hann. Ég býð þig velkomin. Frelsaðu mig. Leystu mig. Gef mér von. Því að hann höfundur vonarinnar. Í honum vonin. Þegar Jesús kemur út úr eyðimörkinni, eða þegar þú kemur út úr þrengingunni, og ég þekki að ég fari gegnum margar, þegar ég kemur út úr þrengingunni, þá bara dýr Guðs með mér. Að því ég lofa Guði gegnum alla kringumstæðurnar. Að því ég hef ekki látið neinu skeita. Vitið að Guð að leita að hraustum hetjum. Guð ekki einhver hækja. Og þið þessar hraustu hetjur sem hann að leita að. Ég man að yfirmaðurinn sagði við mig, já, þetta fínt fyrir ykkur alkohólistana. Þetta fínt fyrir ykkur sem eigi bágt, Guð. Ég ætla ekki að fara að tíunda hvernig fara fyrir honum í dag. En Guð engin hækja. Guð sko engin hækja. Guð að leita að hraustu fólki. Við það þarf hetju til að segja, Kristur, hér er ég. Og við að það þarf hetju til að standa straumana. Og það þarf hetju til að ganga á þyrnunum og segja, Drottinn, ég fylgi þér áfram. Ég gefst ekki upp. Til þess að horfa í augun á vandamálum sem brjóta niður fólk og segja, nei, ég veit hver þú ert, Drottinn. Ég veit að risinn verður felldur. Ég veit að fjallið verður fjarlægt. Af því ég veit hver þú ert. Og veit að ég ætla ekki nema að horfa tilbaka til þess að vita að Drottinn Jesús Kristur frá Nasaret sannarlega sigurvegari í mínu lífi. Að horfa hvernig hann hefur tekið mig frá dýr til dýrðar.
Ég var gjörsamlega týndur. Ég var hórmangar og eiturlyfja innflytjandi. Ég var sprautufíkill og ég var gjörsamlega týndur. Ég bar ekki virðingu fyrir einum eða neinum. Eina skipti sem fjölskyldan gat reitt sig á mig að þegar eitthvað var beittur ofbeldi og það þurfti að berja eitthvað. Þegar hjarta mitt var fullt af hatri. Í dag og ég yndislega unnustu sem talaði náðan. Ég á yndislega fjölskyldu. Ég er til staðar fyrir fjölskylduna mína. Ég er að sjá fjölskylduna mína líka rísa upp. Og það er bara allir í minni fjölskyldu frjálsir í dag. Ég er vel liðinn í vinnu. Ég er hérna í fullu háskólanámi og í fullri vinnu. Og þetta er það sem að Guð getur gert þegar einhver þorir að trúa. Ef þú þorir að trúa. Þú hugsa kannski, ég hugsaði, ég er hún gamall. Ég man ég sagði einu sinni. Það var einhver að segja, einhver læknir sem sagði mig, herru, puttin var brotin alveg í klössu hérna. Ég sagði hann, það er ekki svo ég segi maður að fara að spila á píanó. Þegar ég var 30 og sagði Jesús við mig, sestu við píanóið. Og ég byrjaði að spila píanóið. Bara gjörsamlega á yfirnáttúrulegan hátt, þá byrjaði ég bara að spila. Guð gaf mér það í 30 afmælisgjöf. 5 vikur seinna leiddi ég lofgjörð á píanóið. Veit að Guð vill láta draumana hennar rætast. Það sem ég er að segja við því í dag, það er allt mögulegt. Núna til dæmis, ég vildi að minnka vinnuna mína aðeins út á skólanum og hagræða aðeins. Ég er búinn að vera í frí í heila viku af þessum mánuði og ég er samt búinn að slá sölumetið. Ég er samt búinn að vinna 1/4 minna og ég er samt aldrei selt meira en akkurat núna. Ég var búinn að undirbúa mig undir að launin mín myndi lækka, en Guð var búinn að undirbúa að launin mín myndi hækka. Og veistu það? Og það er bara, veit hvað uppskriftin er? Það er bara að segja já í Jesú Krist. Að eiga þrautseigju í hjarta sínu. Að halda áfram að gróðursetja. Að halda áfram að sá út góðum hlutum. Að halda áfram að gefa gott af sér. Að trúa því að hann sé sá sem hann er. Að trúa því að hann sé frelsarinn. Hann er höfundur trúarinnar. Og veit að trúin er að eina. Trúan er gjörsamlega gjaldmiðill himinsins. Hún er það sem að hreyfir Guð og trúin á Jesú Krist getur gert þig frelsaðan í dag. Stendur orðið Guðs. Hver sem játar með munnunum og trúir í hjartanu að Jesús Kristus er drottinn, hann mun hólpinn verða. En við getum ekki gert neitt nema fyrir trú. Jesús labba út á eyðimörkinni. 3 ára eftir þetta gerði hann kraftaverk, undur og tákn. Ég myndi ykkur, hann labbaði að lærisveinunum. Til dæmis Pétur, hann var að vinna í bátnum sínum. Hann var fiskimaður. Þetta er maður sem er fyrirtæki. Hann var bara, þú veist, útgerð, þannig séð. Þú veist, hann var að veiða fisk og selja fisk og hann stendur þarna og Jesús labba bara að hann og segir, fylgdu mér. Hann með þess að breyti nöfnunum á þér. Þú heitir ekki lengur Baldur, Gunnar, komdu í það. Og ég myndi ykkur valdið sem hann hafði. Þeir fylgdu honum bara. Þeir sögðu, já, Rabbi, Rabbúni, ég kem að þér. Af því að orðið hans að listi út, destiníð þeirra. Og orð Guðs til þín í kvöld vil leysa út örlögin þín í Guðs ríkinu. Örlögin þín sem Guðs kona eða Guðs maður. Spámalega orðið sem hefur verið talað inn í líf þitt. Því Guð með plan fyrir þitt líf. Ekki gefast upp. Haltu áfram að lyfta upp nafninu. Haltu áfram að lofa Drottinn. Haltu áfram að lefa Guði, að taka sér meiri bólstað í hjartaðinu. Því meira sem þú gefur honum maður, því meira á hann í þínu hjarta. Því meira farið að sjá í þínu lífi. Og það er ekkert sem getur stöðvað þig nema þú sjálfur. Það er ekkert nema það að þú farið að trúa efinu
Að þú fyrir að hlusta á ið í hausnum að þér. Að þú horfir í speilin og trúir því að þú sért ömurlegur eða ómöguleg. Trúir þú sért ekki fallegur eða falleg. Skulum lúta höfði. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir nærveru þína sem er hér, Drottinn minn og Guð. Ég þakka þér fyrir miskunn þína og kraftið þinn, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú hefur ekki kallað okkur til að standa andspænis vandamálunum okkar, heldur við kallað okkur til að horfa niður á vandamálun, Drottinn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að það er eitthvað gott að fara að gerast í lífum okkar, Drottinn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að það er sigur framundan, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að það er lausn og lækning. Og í Jesú nafni, þá bind ég niður, Drottinn. Alla svona oppression eða hvað heitir svona allt sem er svona þrúandi í lífum fólks, Drottinn. Það sem er verið að draga það niður og ég leysi himnaríki yfir lífið þitt í dag. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú ert hér. Og ég þakka þér fyrir að þú ert hér til að brjóta niður múra, að þú ert hér til að sundurbrjóta sérhvert ok og tvöfalt sundurbrjóta. Halleluja, Jesús. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir nærveru þín og nálægð þín og, Drottinn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú hefur gefið okkur lífi fullregnaði, Drottinn. Ég þakka þér fyrir vitnisburðin og kraftinn sem er í vitnisburðin, Drottinn. Ég þakka þér fyrir lausnin og lækninguna, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir yfirnáttúrulegu kraftaverkin. Tói, konan að Stóa, hún Þóra, hún kom inn á samkomu síðast, sáu við vitnisburðunar á United síðunni. Sáu þetta, ímyndið ykkur, hún var búin að vera kvalinn í hvað mörg ár? 3 ár, 6 ár? 6 ár var hún búin að vera kvalinn. Átti erfitt með svefn, gat ekki gert allt, var það ekki, og gat ekki unnið, einmitt, nákvæmlega öryrki út af 3 eða 2 bílslysum sem hún lenti í. Ímyndið ykkur, allt þetta tók við á svipstundu. Hún er búin að vera algjörlega læknuð síðan. Algjörlega læknuð. Þetta er Jesús Kristur í dag. Þetta er Drottinn Jesús Kristur í dag. Og hann lifir í þér. Og þú ert kallaður til þess að gera svona verk. Þú ert kallaður til þess að fara á stað. Þú ert kallaður til að lýsa upp myrkrið. Þú ert kallaður til þess að horfa inn í myrkrið og ná í það sem er þar og rífa það inn í ljósið. Við erum kölluð, ímyndið ykkur, slökkviliðsmenn hetjur. Þið eruð hetjur, líka slökkviliðsmenn, en þið líka að standa við hlið heljar og grípa þá sem eru á leiðinni í glötun. Vita, ég var á Akureyri síðustu helgi, ég fór á A-fund. 2 ungir menn búin að taka sitt eigið líf á 1 viku. Á 1 viku í þessu litla bæjarfélagi. Vita, baráttan sem við eigum í er raunveruleg. Látum ljósið skína, systkini. Látum ljósið skína og skulum lúta höfði. Drottinn minn, þakka þér fyrir það sem þú ert að gera þetta, Drottinn. Þakka þér fyrir lækninguna. Hér er fólk sem læknast í kvöld. Hér er fólk sem er búið að spá í að taka sitt eigið líf. Guð ætlar að gefa það lausn í kvöld. Hér er fólk sem er við það að gefast upp. Við ætlum að biðja sérstaklega fyrir ykkur og eftir. En núna er tíminn fyrir þig. Þú sem þekkir ekki Krist. Þú sem veist ekki hver það er sem ég er búin að tala um. Þú sem þekkir ekki þetta frelsi og þessa lausn sem ég er búin að tala um. Þú sem þekkir ekki sannleikann um Jesú Krist. Eða ert ekki búin að gefast honum algjörlega, eða þau fallið frá og vilt gefa honum lífið þitt á ný. Þú sem þráir lausn í lífið þitt. Leið mér að sjá hendina á lofti núna. Hér á hendur á lofti. Komið þið fram. Komið þetta fram. Standið á fætur. Ekkert óttast. Standið á fætur núna. Vitið það, ef ég væri þið, þá myndi ég ekki labba hérna fram, heldur myndi ég hlaupa hérna fram. Því hérna er, vitið það, að lausnin og lækningin er í Jesú Kristi. Hann er hér til að færa þér nýtt líf í dag. Hann er hér til að gefa þér lausn og lækningu af því hann elskar þig.